Góðan daginn skákmeistarar, ég ætla að taka fyrir hérna aðeins kóngsindurskapvörð. Það er nú orðið dálítið síðan ég tók upp vídeo á YouTube og ætla ég kom ekki með nokkuð vídeo á næstunni. Ég hef verið að vinna að svona smá skákbók sem heitir Kaffihúsaleiðir í skák, sem er bókum sem óhefðbundna byrjanir í skák, sem er fínt í hraðskákum og atskákum til dæmis. Já, ég reikna með að sú bók komi hugsanlega út jólin eða í desember. Það verður metsölubókin í ár, klárlega. En við skulum vinda okkur í Kóngsindverja. Já, það var hérna athyglisverð skák sem Fabio Caruana teldi gegn Wojtaszek árið 2021. Caruana er með svart. Þetta er þessa klassíska lína í Kóngsindverjunum, E5, stuttrókun og það er auðvitað þekktast þegar svartur leikur riddari C6, riddari 1-7 og riddari 1-1. Þetta er svona tapjan í Kóngsindverjunum. En Caruana leik biskup G4 sem er ekki mjög algengur leikur, en þetta er samt svona leikur sem leynir hugsanlega á sér. Nú Wojtaszek leik biskup 1-3, en það er alltaf að skoða aðeins hvað gerist ef hann dreipur á E5. Þá er best að dreipa á F3, dreipa svo hérna á E2, dreipa á F6 og það lítur allt í leið út á svart. Riddarinn fer svo bara á C6 hugsa ég, og það sé engin sérstök vandamál í svörtum. Nú ég kem að D5 betur á eftir, sem er þetta alveg lógískur leikur. En Wojtaszek leik hérna biskup 1-3, vildi halda spennunni á miðborðunum býst við. Dreipaði F3. Nú það er náttúrulega hugmyndið með biskup G4 að dreipa hérna F3 og leika riddari C6. Hvítur er vissulega með biskupparið, en hér leik Caruana hrókur 1-8 og pressar á E4. Nú það hefur telst hérna líka riddari D7, einhvern veginn svona, og hér gefur svartu biskupin og treystir á að geta herjað á peðaveikleikanu hjá hvítum. Og hvítu þar teflita mjög virt til að lenda ekki í vandræðum. Caruana teldi þetta eins öðruvísi, hann leik hrókur 1-8, dróning D2, riddari D7, hrókur D1 og biskup upp í C3. Þetta er mjög lærdómsríkt. Það var einmitt grein í tímaritinu Skák eftir Björn Ívar Karlsson daginn, þar sem hann fjallar styrk biskupan og riddarana. Hér er svartur sem sagt að fórna biskupparinu, en náttúrulega ef hann er að skipta upp á drottningum hérna þá hangi bara á E4. Þannig að þetta var svona mentað hjá Caruana. Nú Wojtaszek er nú engin aukviki í skákinni, fyrir aðstofumæður Anands, þannig að hann kann nú ýmislegt fyrir sér. Það leik hérna dróning C1, hugsanlega var dróning A3 betri að koma fyrir riddari C5, og hann leik riddari C5 og hótar á E4, dróning B1 valdar, dróning 1-6 og A5 er líka athyglisverður leikur. Svartur er með að lóka til spil.
dróning eina 6, hótar á C4 og E4, hrókur F1 og hér náðan C4 beðin en hvítu var náttúrulega með biskupana þannig að hann var alltaf með smá counter. Það bara að rúlla yfir þetta gátu báður telt alveg betur á einhvern tímundum. G5 góðleikur, kemur niður fyrir F4, biskup B5 var sennilega vafasamur, betra var að leika B4 og biskup G4 og hvítur alveg inn í skákinni þá þessi peðundir. Biskup B5 og hérna F3 var ekki góður. Svartur er náttúrulega bara peðin yfir þannig að byrjun hefnaðist algjörlega. Hér drap hann á E4 en G4 hefði sem sagt bara líklega gert út skákinni sinns mér. Já, þannig að þetta var athyglisvert konsept hjá Caruana að skipta þarna upp á riddarunum og herja svo á þessi peð þarna og sérstaklega á E4 og C6. Þetta var ekki svo auðvelt að eiga við þetta og þetta getur komið alveg hvítu mjög mikið á óvart. Þannig að já, við skulum skoða næst hérna D5 sem er nú mjög eðlulegur leikur. Já, við ætlum að halda okkur við skákir hjá Caruana með svörtu í þessu. Næst er skáki á honum gegn Sargsyan frá Armeníu á heimsmeistaramótinu í atskák 2023. Nú Sargsyan leik D5 sem er rökrétt framhald. A5 svona hefðbundið plan í þessu, stoppa B4 og rittarinn fer oft á A6 og C5. Biskup 1-3, rittar A6, A3 undirbýr B4, biskup D7, stundur leikur hvítur rittari D2 undan og svo A3 og það sem þetta verður saman staðan og ég held að Caruana hafi bara hugsað sem svo eftir A3 að biskupinn nýtist vel á D7 og hvítur alltaf að fara að leika rittari D2 og leika hann H5 stiði við G4 reitin og svo oft hugmynd í þess að leika kongur H7 og biskup H6 og reyna að skipta upp á svartreita biskupnum á E3 sem er mjög hagstæð viðskipti fyrir svartan. Biskupin E3 hann stiður svolítið vel við C5 ára setna og er sterkari biskup. H3 þá leik Caruana kongur H7 sem er nýjung, rittari H7 telst. Þetta teltist í skákinni Vítill Nýhal. Vítill vann þá skák og þetta gefur upp sem betra á hvítan. Ég sé nú rétt að þetta verður hérna það verður svolítið veikt DSSB væntanlega eftir þetta C4 eitthvað svoleiðis og Caruana er með aðra hugmynd hérna kongur H7 og þá er hugmyndir væntanlega að fara biskupina H6 fljótlega við gott tækifæri. Nú Sargsyan leikur rittari F3 og hefur sennilega ekki haft áhuga á uppskiptum á þessum biskupum og sér fram á að geta farið með rittarann á G5. Dróning 1-7. Annar leikur að koma hugsanlega til greina að leika samt sem áður biskup H6. Geti tel svona á rittari G8. Já, og ef við ættum leik hérna þá myndum við vantarlega leika rittari C5. Þetta er svona ágætt strategið hjá svörstum held ég. En ok, ég meina dróning E7, það er allan eitt mikið að því. Hrókur B1 undirbýr B4, rittari C5, hótum á E4. Rittari G5 skák, ég held að sé ekki
ekki neitt sérstaklega hagstæðu skipti á hvítum og drepa C5, þá fáum við hérna riddar 1-8 til D6 og riddarinn mjög góð að blokkera peð eins og við vitum, og D6 hann mjög góður. Riddar G5 skák, kongur G8, B4. Þetta virkar svona nokkuð eðlilegt. Þetta var náttúrulega atskák hjá þeim, en þessu level eru nú atskákir samt sem áður mjög góða skákir. Og biskup H6 er upprópunarmerki, og allt í einu komið svona smá pirringur í stöðuna. Það hóttum að drepa H6 og E4, og þetta er svona lúmst erfitt fyrir hvítan allt í einu, og erfitt að átt sig á hvers vegna það gerðist eiginlega. Það var drang C1, valdar á G5, hrókur A2, biskup D3, hrókur F8, allt mjög rökrétt. C5, hrókur 2 A3, fýtleikur, drang D2 og H4 upprópunarmerki. Nú planið hér er riddari H5 og riddarinn vill fara á F4, og þetta er alveg bara aðeins betra á svartan held ég. Hvítuleikinn slæmuleik riddari F3, hrókur F7 var betra, það gefur upp sem jöfnstað, það getur vel verið. Já, það er bara eins og það er. Það er auðvitað pæli hvort það sé að leika riddari H5 og riddari F4. Þessum skulum ekki vinda okkur upp úr því. Riddari F3, biskup drepur. Já, vandamáli hér ef hann drepur með drottningu, sko, þá kemur hérna smá taktík, og svartur er með unni tafl, drepur á D3 með biskup og unni skiptamun. Þannig að verður að dreyma F-beði sem er dálítið ljótur leikur, riddari H5, stór svekkja hérna á G3, og hrókurinn á A3 er náttúrulega ógnarsterkur. B5, ef hann hefði dreipið á D6, þá komum dráðum D8, biskup C8, og svartu vinnur, við séum hrókur B5, biskup A6, B5, dreipið á C5, og hérna var tíminn að minnka hjá þeim, og ég skal bara fara hratt yfir þetta. Svartur náttúrulega hvað dveimpið þeim yfir, og svo landaði hann þessi bara örugglega miljón peðum yfir hérna og gefið. Þetta var athyglisvert hjá honum Caruana. Það baka eins sem sagt leggja áherslu á þessa kongur H7 hugmynd hérna, er hann skipt upp á þessum svörtu biskum. Það er svörtum í hag, en já, ég held að sko, ég hef svona aðeins verið að spá í þessu. Þetta er náttúrulega lítið verið telt, en með grunar að C5 geti verið kritiska línan fyrir þá sem teflitum með hvítu. Það hefur telst hérna einhver skáki á Nebo móti Egyptanum hérna, Basem minnum hann heitir, ég vona ég byrja þetta rétt fram, og svartu fekk nú, hvítu fekk heldur þægileg stuð. Önnur hugmyndi er riddari A6 og reyni eitthvað svona dráðning B8, biskup D7, B5, hrókur C8. En með grunar samt að rétta leiðin sig kannski riddari E8, dráðning B3 og riddari A6 er held ég ágætisleikur hérna. Sem sagt ef hann drepur þá held ég að riddari D6 er málið, og hér
fá ágæti spil þó að hvítur verði piðin yfir. Það getur vel verið að sé ykkur aðri leikir sem koma til greina, kannski Rittari DS7 líka og hvað að segja, Biskup E3, Rittari DS6. Ég held að tölvöldin sé með Drong B3 sem besti leikurinn og Rittari DS6 og skákin heldur áfram. Svartur náttúrulega með veik P þarna 3, en það getur verið counter í Roku B8 eða C4. Náttúrulega biskupin fer þá þetta að drepa á F3, það svona smá veiking. En það bara lítil reynsla komin á þetta afbrigði, þannig að ég veit til dæmis ekki hvernig Caruana hefur hugsað sér að svara þessum leik. Það væri gaman að komast að því, en já, þetta var nú bara svona lítill pistill Biskup G4 í kóngseturunum og já, ekki verið að leita sannleikas, bara svona almenna pælingar. Takk fyrir.